Núna ætlum við að kíkja eins og forgangsröð reikniaðgerða. Það er að segja í hvaða röð við reiknum dæmi þar sem eru fleiri en eitt merki. Þetta er alltaf sama röðin. Við byrjum að athuga er svíi. Ef það eru svigar þá reiknum við þá fyrst. Ef það er engin svigar, ef við erum búin að reikna út úr öllum svigum, þá tökum við margföldun og deilingu. Við reiknum ef það er fleiri en ein margföldun eða margföldun og deiling eða margar dælingar í sama dæminu. Þá tökum við það frá vinstri til hægri eins og við lesum í gegnum tölunar. Þegar það er búið, eða ef það er engin margföldun og deiling, þá förum við í samlagningu og frádrátt eins frá vinstri til hægri eins og við lesum. Við skulum renna í gegnum dæmin hérna. Það borgar sig að skrifa þessa milli útreikninga. Það er að segja hérna 20 mínus 3 sinnum 5. Hvað eigum við að reikna fyrst? Er svíi? Nei. Er margföldun eða deiling? Já, það er margföldun. Þá reikna ég hana fyrst. Síðan, þá er ég búinn með 3 og 5. Það er orðið af 15. Þá er þessi mínus eftir og 20. 20 mínus 5 eru 15. Þetta heita milliútreikningar og bara skrifar þetta, þá myndar þetta svona eins og svona spísi hérna niður. Mjókkar hérna niður. Þangað til við stöndum uppi með eina tölu. Næsta, er svíi? Nei. Er margföldun eða deiling? Já, hérna er deiling. 8 deilt með 4, það er 2. Skrifa restina af dæminu. 3 plus 2 eru 5. Næsta, er svíi? Nei. Er margföldun? Já, hér. Byrja lengst til vinstri og finna út að þetta er 6. Svo er engin önnur margföldun en það er deiling hérna. 8 deilt með 2. Það er 4. Hvaða merkir á milli? Þessi margföldun er horfin af því hún var það 6. Þessi deiling er horfin því hún var það 4. Plúsin er eftir. 6 plus 4 eru 10. Hérna er svíi. Já, ég verð að reikna hann fyrst. 250 minus 150 er 100. Þá er svíin farin en deilt með 2 er eftir. 100 deilt með 2 er 50. Byrja á að athuga er svíi. Svo margföldun eða deiling frá vinstri til hægri og svo samlagning og frádráttur frá vinstri til hægri. Við getum líka lent í dæmum þar sem við höfum að nýta okkur röð reiknaðagerða til þess að finna óþekkta stærð í þessu hjá okkur. Og hérna eigum við að fá út 9 út úr dæminu. Hérna er sinnum 3, svíi sinnum 3. Þá þurfum við að vita hvað ætti að koma út úr sviganum. Hvaða tala sinnum 3 gefur mig 9? Það er 3. Hvernig get ég þá búið til? Þannig að þetta verði 3 sinnum 3 er jáft og 9. En 1 plus 2 eru 3. Þannig að þetta verður að vera 1 plus 2 í sviga sinnum 3 er jáft og 9. Þannig að x er jáft og 1. Sama hér. 50 er jáft og einhver svíi sinnum 5. Hvaða tala sinnum 5 gefur mér? 5 sinnum hvað gefur mér 50? Það er 10. Og þá þarf ég að ta, ok, 6 plus hvað gefur mér 10? Það er 4. Setja inn í sviga sinnum 5 er jáft og 50. X er jáft og 4. Það er ekki þannig að það sé einhver einn útreikningur. Ég er að sýna ykkur hvernig þetta lítur út. Maður þarf svolítið að finna bara út úr hvernig best að setja þetta upp. Það er ekkert einhver ein leið rétt í því. En maður þarf að kunna hins vegar að reikna þetta út tilbaka ef að með aðferðum sem við vorum að nota áðan. Þá er þessu lokið.